Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að halda okkur á menningarlegum nótum og ætlum að tala sýningu Willard Fiske í Grímsey. Og hingað til mín komin Sigríður Örvarsdóttir sem verkefnastjóri sýninga hjá Akureyrarbæ. Vertu velkomin, Sirrí. Takk fyrir það. Þessi sýning Willard Fiske, hvernig sýning þetta og hver var Willard Fiske fyrir þá sem ekki þekkja til? Já, Willard Fiske velgjörðarmaður Grímseyinga og það vill þannig til að hann siglir úti fyrir norðurströnd landsins árið 1879. Þá kemst hann loksins til Íslands eftir langan draum að komast hingað og sér Grímsey þarna við ystu sjónarrönd en nær aldrei landi. Hann kemst aldrei heimsókn til eyjarinnar. En aftur á móti flækist landið og sér það bæði frá sjó og landi. En það sem vekur gífurlegan áhuga hjá honum skákáhugi Grímseyinga. Hann fréttir af honum og sjálfur skákáhugamaður. Auk þess að vera áhugamaður íslensk fræði og vera fræðimaður í Norðurlandamálum og þýsku. Einmitt. Og þannig það skákáhuginn sem að sameinar hann og Grímseyinga. Já, það skákáhuginn. Hann fréttir af þessum gífurlega áhuga þar og það æxlast þannig að hann sendir að lokum taflmenn og taflborð á hvert heimili eyjunnar. Já. Þannig að fólk, þegar það dauðstund gefist, að þá geti allir gripið til taflsins. Einmitt. Það hlýtur nú að teljast dálítið óvenjulegt svona á þessum tíma líka. Já, án efa En þetta eru vinir hans sem að ferðast með honum í kringum landið sem upplýsa hann þetta. Og já, þetta gerir hann svo. En ekki eingöngu þetta. Hann sendir líka bækur út í eyju. Og mér telst til að ég núna skráloksis þessa bækur, hennar bókakost og við erum ég held þessi komin í rúmlega 200 bækur sem ég get rakið til þessara gjafar. Já. Og ekki nóg með það, heldur sendir hann líka uppkast af bókaskápum, sérlega fallegum bókaskápum sem smíðaðir fyrir hann. Og árið 1901-2 þá þessar bækur og svo bókaskápar smíðaðir hér heima. Og merktir með gillingu Eyjarbókasafn 1 og Eyjarbókasafn 2. Þannig hann lagði vísi af bókasafni Eyjarskeggja. Já. Og þar eru að finna mjög margar bækur fyrir skákáhuga fólk sem hann meðal annars skrifar. Já. Þannig að það svona kennir ýmissa grasa í þessu öllu saman. Já. En hvernig sýningin þá uppsett? Já, í byrjun þá reyndi ég að komast yfir eða komast að því hvort það hefði varðvist taflborð eða taflmenn úr þessari gjöf Fiske. Og það virðist vera sem aðeins eitt taflborð hafi varðvist, að ég kemst bara yfir eitt taflborð. Auðvitað getur vel verið þetta leynist einhvers staðar án þess að kannski fólk átti sig á því að þetta komi frá honum. Já. En þetta í rauninni svona eins og minningasýningu uppsett með það skápur með örlitlu broti af hans bókagjöf og þá til sýnis bækur eftir hann og þá til sýnis þetta taflborð. En svo eru þetta auðvitað myndir af Fiske, þar sem hann situr við tafl og brjóstmyndir og upplýsingar hann. Ég meina hans komið til Íslands og hvernig hann tengist Grímsey. Já. Og það hvernig hann í rauninni gerist velgjörðarmaður Grímseyinga því að hann gefur líka auk taflsins og bókagjafar og bókaskápa sem mynda þetta bókasafn, þá gefur hann veglega peningagjöf. Já, og meðal annars var gamla skólahúsi í Grímsey byggt fyrir hluta þess sjóðs. Þetta stórmerkilegt og rauninni ótrúlegt að eins og ég segi fyrir mína parta, ég hef bara aldrei heyrt hans getið. Þetta greinilega merkilegur maður og þú varst að segja mér að fyrir viðtalið að hann átti náttúrulega líka stærsta bókasafn í íslenskra fræða, annað stærsta bókasafn íslenskra fræða á erlendri grundu, það ekki? Jú, hann á eitt af stærstu bókasafnum erlendra rita íslenskra rita á erlendri grundu. Já, það mjög merkilegt. Já, og það varðveitt í Cornell háskóla þar sem hann var prófessor í Norðurlandamálum og þýsku
og var yfirbókavörður 13 ára skeið. Já. Og já, þar í rauninni safn fiski og þar þetta geymt. Einmitt. Þetta gríðarlega merkileg saga og gaman að það sé hægt að gera sýningu og gera þessu svolítið skil í Grímsey líka. Já, þetta svona saga sem hefur kannski farið lágt en einn af þessum hlutum sem við auðvitað hlúa af því þetta til, bæði muni sem hægt rekja til hans og náttúrulega þessi merkilega saga og það svo fallegt í rauninni að út í Grímsey þá fæðingardag fiski 11. nóvember í rauninni þeirra þjóðhátíðardagur. Já. Það haldið upp á þann dag eins og við í rauninni höldum upp á 17. júní ef hægt að segja svo. En hann hyltur þann dag. Já. Af því hann var velgjörðar maður eyjarinnar. Og hvar sýningin til húsa svo við komum því nú að líka? Sýningin til húsa í flugstöðinni. Við höfum verið sérlega góðri samvinnu við Isavia af því það svo sem ekkert mörg hús að velja í Grímsey sem við vitum að standa áfram og verða áfram og fólk getur sótt. Þetta auðvitað ekki sýning eins og við þekkjum þær inn á söfnum þar sem við getum komið ákveðnum opnunartíma og borga okkur inn. Heldur háð opnunartíma flugstöðurnar af því númer 1, 2 og 3 þetta flugstöð og svo vinnustaður. Já. En endilega bara fólk hafi augun hjá sér þegar það gengur í gegn. Já, einmitt, frábært. En þú nú í mörgum verkefnum, veit ég, og þetta ekki eina verkefni sem þú ert að vinna í Eyju. Getur þú sagt mér eitthvað? Nei, ég tók að mér svona svolítið Eyja flakk í sumar fyrir Akureyrarbæ. Já. Og næsta, hef nú þegar hafið störf út í Hrísey við að svona endurbæta sýningu í húsi Hákarlajörundar. Já. Það svona bara komið að því eftir cirka 15 ár að taka eins til þar og svona skerpa á ákveðnu þáttum. Uppfæra sýninguna. Uppfæra þess. Já, spennandi. Já. Þannig að það næsta vers. Það næsta vers. Nú ég farin að taka bátinn frá Ásgárströnd fyrir Dalvík. Já, það nú örlítið nær landi, það að viðra álegra. En hvort ekki alveg, mér finnst ég bara alveg frábært að fá þetta tækifæri til þess að vera á þessu flakki milli lands og Eyja. Þetta gríðarlega spennandi og við auðvitað bara hvetjum alla til þess að kíkja á sýninguna Willard Fisk þegar þeir eiga leið flugstöðina í Grímsey og svo þetta kíkja á Hákarlajörund þegar þú verður búinn með það. Já, endilega hreint. Kærar þakkir bara fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir mig.